Opnustu reglurnar eru ekki mesta mannúðin, segir dómsmálaráðherra sem boðar byltingu í veitingu dvalarleyfa. Fyrirkomulagið á Íslandi hafi verið dramatískt frávik frá öðrum norrænum ríkjum. Ákvörðun Evrópusambandsins verndaraðgerðir vegna kísilmáls var undantekning, segir einn af framkvæmdastjórum ESB. Túlka má skilaboð sambandsins í dag sem tilraun til að lægja reiðiöldur í Noregi og á Íslandi. Á annað 100 hafi verið handtekin í aðgerðum landamæraeftirlits Bandaríkjanna í Norður Karólínu. Rúða í bíl manns var brotin áður en honum gafst færi á að sýna fram á að hann væri bandarískur ríkisborgari. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði kanna hvort farið var að lögum þegar geymsla sprengiefna í iðnaðarhúsi og bygging 7 metra gámaveggs var leyfð. Skemmtikrafturinn Sóli Hólm frumsýnir jólasýningu sína í Bæjarbíói í Hafnarfirði í kvöld. Hann verður með rúmlega 40 sýningar fram að jólum. Komið þið sæl. Dómsmálaráðherra boðar miklar breytingar á dvalarleyfakerfinu. Fjöldi umsækjenda alþjóðlega vernd 22-faldaðist á 8 árum. Ísland í örum vexti heiti skýrslu sem dómsmálaráðuneyti kynnti í dag, en þar dvalarleyfakerfið hér og annars staðar á Norðurlöndum borið saman og það má sannarlega segja að Ísland hafi verið í örum vexti undanfarin ár. Árin 2017 til 2025 var fólksfjölgun á Íslandi rúmlega 13 sinnum meiri en að meðaltali í Evrópu og nær 4 sinnum meiri en annars staðar á Norðurlöndum. 69% af þessari fjölgun má rekja til erlendra ríkisborgara, á Suðurnesjum fjölgaði þeim nær 5 á móti hverjum nýjum Íslendingi og 17% landsmann eru erlendir ríkisborgarar. Fjöldi þeirra sem fá dvalarleyfi hefur 5-faldast frá 2017 úr 4.000 í 20.000 og fjöldi umsækjendum alþjóðlega vernd hefur 22-faldast. Fólk frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins í sérlega viðkvæmri stöðu, segir í skýrslunni. Heildartekjur þess að meðaltali 22% lægri en hjá Íslendingum og þá það líklegra til að njóta opinberrar aðstoðar. Lagðar eru til ýmsar úrbætur, auka á heimildir Útlendingastofnunar, stofna skilríkjamiðstöð til að sannreyna gögn eins og vegabréf, einfalda regluverkið, gera kröfum að fólk sem hingað kemur geti séð fyrir sér og íslenskukunnáttu og þá á að endurskoða lög fjölskyldusameiningu. Nú dómsmálaráðherra leggur fram 5 frumvörp breytingar á dvalarleyfum. Hún segir að ríkisstjórnin hefur sett á oddina að afnema sér íslenskar reglur. Mér finnst ákveðið stefnuleysi einkenna dvalarleyfin. Stefnan á að vera byggð á tilfinningu fyrir því hver útkoman á að vera. Við sjáum að hér hefur orðið mjög mikil fólksfjölgun á skömmum tíma. Það hefur alltaf einhverju afleiðingar í för með sér og við viljum nú fara í þá vinnu og ég að hefja hana að samræma reglur dvalarleyfi á Íslandi við það sem að tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Þurfum við endilega vera eins og önnur Norðurlönd? Ekkert Norðurlandana alveg eins, en Ísland dramatískt frávik á nokkrum stöðum. Þarna ýmislegt lagt til og meðal annars að auka heimildir ýmissa stofnana umtalsvert eins og til dæmis Útlendingastofnunar. Kallar þetta ekki á gríðarlega eftirlitsskyldu? Já, það kallar á mig hversu lítið eftirlit hefur verið með þessu málaflokki. Á þetta leiða til færri dvalarleyfa? Sums staðar, já, þannig að það að vera með opnustu reglurnar, opnustu framkvæmdina, minnsta eftirlitið, það í mínum huga ekki endilega dómur mestu mannúðina. Formaður Miðflokksins segir að ekki hafi veitt af breytingum á leyfisveitingakerfinu. Hann vandar fyrrverandi ríkisstjórnarflokkum ekki kveðjurnar. Í þessari skýrslu teiknast upp óhugnanleg mynd af þjóð sem virðist hafa gleymt að verja tilvist sína og framtíð og við því þarf að bregðast. Og í rauninni alveg ótrúlegt að þetta hafi allt gerst í tíð eins stjórnarmeirihluta, meira og minna. Sigmundur segir fagnaðarefni að taka í til hendinni og óskar dómsmálaráðherra góðs gengis. Það þarf reyndar, eins og ég hef sagt lengi, mörg ár, það þarf ný útlendingalög. En þarna boruð saman reglunar hér á landi og á hinu Norðurlöndum og þarna mikill munur.
Já, og þannig er rauninni lýst víðtækri misnotkun á hennum fjölbreytilegustu gloppum. Við höfum fram að þessu kannski mest talað bara hælisleitendakerfið hið almenna og svo EES-samningin, en það eru svo margar aðrar leiðir sem hafa verið notaðar til þess að misnota kerfið. Og stjórnleysið hefur verið algjört. Varaformaður félags talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd segir skýrsluna og þær tillögur sem þar koma fram vera vonbrigði. Þessi skýrsla í rauninni miklu meira pólitísk yfirlýsing heldur en nokkuð tíman einhvers konar fagleg úttekt á stöðunni eða eitthvað slíkt. Arndís Anna segir óljóst hvaða vandamál eigi að leysa. Það virðist gengið út frá því í skýrslunni við gerð hennar að það að útlendingar búi hér og vilji búa hér til lengri tíma, það sé vandamál. En hverju heldur þetta breyti fari svo að allt það sem er nefnt í skýrslunni verði að lögum eða reglum? Já, ég get sagt það strax að þetta mun ekki auka skilvirkni. Og enn síður er þetta til þess fallið að samræma okkar löggjöf eitthvað öðrum ríkjum þar sem að löggjöfin er ekki samræmd. Er ekki gott að það eigi að skýra einfaldlega þessi mál betur? Að einhverju leyti þá er ýmislegt sem að má skýra í þessum málum, en það er ekki það sem þessi skýrsla virðist ganga út á, því miður. Og þá að öðru, framkvæmdastjóri hjá Evrópusambandinu segir að ákvörðun verndaraðgerðir vegna kísilmáls hafi verið undantekning. Hún marki ekki stefnubreytingu gagnvart EES-ríkjunum. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, kom sömu skilaboðum á framfæri við forsætisráðherra í morgun. Það má líta á atburði dagsins sem ákveðna tilraun Evrópusambandsins til að lægja þær reiðuöldur sem orðið hafa í Noregi og á Íslandi í kjölfar ákvörðunar verndaraðgerðir á þriðjudaginn. Utanríkisráðherrar EES-ríkjanna mættu hingað í EFTA-húsið í morgun í Brussel með Valdis Dombrovskis. Hann er einn af framkvæmdastjórum Evrópusambandsins. Það var búist við átakafundi, en samtal þeirra eftir myndatöku í morgun fyrir fundin leiddi til þess að hópurinn ræddi við fjölmiðla þegar fundinum var lokið, þar sem Dombrovskis var með ákveðin skilaboð. In this case, indeed, those were quite specific circumstances which led to this decision, but it certainly is not signaling policy change. Dombrovskis sagði ennfremur að þetta hafi verið undantekningatilfelli og í sama streng tók Ursula von der Leyen leiðtogi ESB í símtali við Kristrúnu Frostadóttur í morgun. Ég kom því skýrt til skila af hálfu íslenskra stjórnvalda að við varum mjög ósátt við þessa niðurstöðu Evrópusambandsins og þetta var ekki í takt við túlkun okkar á EES-samningnum. Ég fekk hins vegar þau skilaboð tilbaka að EES-samningurinn stendur sterkt. Þetta var einstök og ekki fordæmisgefandi ákvörðun og það skiptir máli fyrir okkur að heyra þetta að við munum áfram hafa góðan aðgang og fullan aðgang að innri markaðnum og lifa við það góða fjárfestingarumhverfi sem EES-samningurinn hefur veitt okkur. Þorgerður, ertu sáttari í dag eftir fundin en þú varst kannski í gær og er nóg að gert núna í viðbrögðum Íslands og Noregs hvað þetta varðar? Í fyrsta lagi þá anda ég aðeins rólegra í dag heldur en ég gerði bara einfaldlega í morgun. Síðan er hitt að hagsmunagæslan EES, hún heldur að sjálfsögðu áfram. Þetta er svo mikilvægur samningur fyrir okkur og fyrirtækinu okkar atvinnulífið að hún að sjálfsögðu heldur áfram. En það er líka ljóst að hagsmunagæslan, hún hefur meðal annars skilað sér í útfærslu á þeim tillögum sem við fengum frá Evrópusambandinu. Fjármálaráðuneytið íhugar að setja jöfnunartolla á innfluttan kísilmálm. Þetta sagði forsætisráðherra á ráðstefnu framtíð Bakka við Húsavík í dag. Óvissa er framtíð kísilvers PCC en Húsvíkingar segja mörg tækifæri á Bakka. Það var fjölmennt á ráðstefnunu í dag þar sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra lýsti stuðningi við áformum fjölbreytta uppbyggingu og nýtingu auðlinda á Bakka. Við erum núna að stíga inn í stóriðju stefnu 2.0 ef svo má segja, þar sem við nýtum ekki bara græna orku, heldur förum líka lengra niður keðjuna. Við notum glatvarmann, við förum í kolefnisförgun og föngun og þetta eru allt verkefni sem íslensk stjórnvöld hafa áhuga á að styðja við.
Verkefnið Grænir iðngarðar sem var kynnt Húsvíkingum 2022 virðist enn dálítið fjarlægt. Í stuttu máli ætlunin að koma upp samstarfsneti fyrirtækja sem skiptast á orku og hráefnum. Á Bakka í dag kísilver PCC og innviðir því tengdir. Á næstu árum gæti til dæmis risið þar gagnaver á vegum bresk-norska fyrirtækisins Giga 42. Sementsframleiðandinn Heidelberg hefur lýst áhuga á móbergsvinnslu. Bakkavík hefur áhuga á að hefja þar landeldi á laxi og annað sem hefur verið orðað við Bakka til dæmis vinnsla á stórþara á vegum Íslandsþara og Carbfix hefur rætt við sveitarfélagið kolefnisförgun. Fundurinn var á jákvæðum nótum en auðvitað í skugga þess að tæpir 3 mánuðir eru síðan að annar stærsti vinnustaðurinn í sveitarfélaginu, kísilver PCC, skellti í lás. Já, þetta er flókin staða þegar koma 50 milljón krónur minna í kassan á mánuði og það vil enginn skerða þjónustuna. Þannig að þetta mun sannlega reyna á, en við hugsum þetta fyrst og fremst sem tímabil núna í 1, 2, kannski 3 ár sem við þurfum að komast í gegnum og það er það sem við erum að ræða með annars í dag, hvernig við þurfum að komast í gegnum þetta og hefja svo atvinnuuppbygging á Bakka aftur. Nýjustu vendingar í alþjóðaviðskiptum hafa ekki bein áhrif á vörur sem PCC framleiðir. Afurð þeirra er ólík þeirri sem til dæmis Elkem og Grundartanga framleiðir og undanskilin hækkuðum tollum Evrópusambandsins. En PCC hefur ítrekað kvartað undan innflutningi á ódýrum niðurgreiddum kísilmálmi frá Kína sem skekki stöðu þeirra á markaði. Þá er fjármálaráðuneytið núna að hefja skoðun á því hvort að það eigi að setja einhvers konar jöfnunartolla á umrædda vöru sem er framleidd hér í PCC á Bakka og þetta verður bara til skoðunar núna á allra næstu dögum. Bandaríska innflytjendastofnunin hefur frá því fyrir helgi verið með átak gegn ólöglegum innflytjendum í Norður Karólínu sem íbúum hefur fundist ganga of langt. Landamæraverðir brutu meðal annars bílrúðum manns áður en kannað var hvort hann hefði dvalarleyfi. Usted me lo quiebra, usted me lo paga. Usted quiebra mi ventana. Þetta eru ekki venjulegir glæpamenn að reyna að ráðast á mann. Þetta eru landamæraverðir í Charlotte í Norður Karólínu sem vilja ganga úr skugga að Willy Aceituno sé með dvalarleyfi í Bandaríkjunum. Le digo, oye, hace 5 minutos te di mis papeles. Soy ciudadano americano. Me dice, ¿dónde naciste? Y le digo, no importa dónde nací. Yo soy ciudadano americano. Aceituno var sleppt eftir stuttan tíma í haldi. Alls voru 130 manns handteknir í Charlotte síðustu helgi. Íbúar eru uggandi og segja þetta hafa mikil áhrif á líf þeirra. We're going to be living in fear, constant fear that one day one of us might not come home and I'm just 17 years old. I'm a parent. My parent is immigrants. It's not okay having to worry like if they're going to make it home or not. Og áhrifin voru víðtæk. Fyrirtæki lokuðu að sögn vegna áreitni landamæravarða. Og handtökur hafa leitt af sér mótmæli gegn landamæravarðinni. And they had their rifles pointed at him, and he was just screaming for help. And he's a citizen, and he's just trying to volunteer for our communities and for our friends. Íbúar hafa ítrekað sér tilneydda til að flýja undan landamæravörðum sem hafa gert sig líklega til að handtaka þá. Aðgerðir eru líka hafnar í Raleigh og því var heldur ekki tekið þegjandi þar. Yfirvöld í borgunum hafa mótmælt aðgerðunum en það hefur verið til lítils. Bandarísk yfirvöld segja þessar aðgerðir vera til að tryggja öryggi almennings. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði eru að skoða hvort heimilt sé að geyma skotelda í iðnaðarhúsnæði í bænum og hvort farið hafi verið af reglum kynningu og samráð. Eigendur húsana við Straumhellu 4 í Hafnarfirði hafa krafið bæjaryfirvöldum skýringar á því hvers vegna heimila á geymslu undir skotelda með tilheyrandi sprengjuhættu að Straumhellu 6 sem og heimild til að reisa 7 metra háan gámavegg í milli húsana sem eiga að vera varnarmúr. Gámarnir eru fylltir af grjóti og sandi. Eins og framkom í fréttum RÚV áttu þeir fund með bæjarstjóranum fyrir vikunni. Það er náttúrulega alveg grundvallaratriði að við hér hjá bænum vilja tryggja öryggi bæði fólks og innviða. Þannig að það er alveg mjög brýnt að rýna öll gögn máls og lögfræðingar bæði á sviðunni hjá okkur sem að starfsfólk sviðsins eru þessa dagana, eða bara þessa klukkutímana í dag að fara yfir öll gögn máls. Húsfélagi þarna kvartar undan því að það hefur ekki verið haft neitt samráð, engin grenndarkynning og ekkert samráð hvorki með þessa notkun né þessa gámastæðu sem hafa reist. Já, og í okkar skilmálum er kveðið á það að það eigi að vera samráð við lóðarhafa þegar maður ræður svona framkvæmdir og það er einmitt það sem verið að rýna núna öll þessi gögn, hvort að slíkt samráð hafa átt sér staðið ekki og ég vona því að niðurstaðan í raun og veru af þessari yfirlegu starfsfólksins hvað gögnin varðar liggi fyrir í dag eða morgun í síðasta mánudag.
Valdimar segir einnig sé verið að fara yfir í deiluskipulagi og aðalskipulagi hvort að starfsemi eins og þessi eigi heima á þessum stað. Það ætti að skýrast fyrir helgi. Jafnframt hvort samráð hafi verið haft við lóðarhafa á næstu lóð. En miðað við það sem við höfum heyrt frá lóðarhöfum á nærliggjandi lóðum, að þá kannast þeir ekki við slíkt samráð. Þannig að það svona gefur allavega mjög sterkar vísbendingar um að það hef ekki verið viðhaft. Og ef það er tilfellið, hvað þá? Ef það er tilfellið þá þarf bara að fara að kanna hvort það hafi verið gerð mistök í ferlunni hjá okkur og ef það hafi verið gerð mistök þá þarf bara að leiðrétta þau mistök. Að sögn Valdimars var gengið út frá því að í geymsluhúsinu Straumhöllu 6 mætti geyma alltaf 160 tonn en þar að veri púður eða sprengiefni 6 til 8 tonn. En þetta er ekki eina sprengiefnageymslan á svæðinu. Þarna á svæðinu er Landsbjörg með sína geymslu en hún er niðurgrafin og mjög vel tryggð og þarf að segja aðgengið og hversu vel húsið er hannað undir þá geymslu en þannig að það er bara í góðum farfi og góðum málum. Væntanlega þá töluvert öðruvísi heldur en umrætt hús? Já, það er töluvert munur á því, niðurgrafið og vel varið allt saman. Landsréttur staðfesti í dag 6 ára fangelsisdóm yfir Jóni Inga Sveinssyni, höfuðpaurnum í Sólheimajökulsmálinu. Dómar yfir öðrum sem hlutu þunga dóma í héraði voru mildaðir 16 ár samanlagt. Málið þótti sögulegt þar sem svo margir voru dæmdir til fangelsisvistar. Alls voru 9 dæmd í óskilorðsbundið fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í desember í fyrra. Málið er kennt við Sólheimajökul vegna hópspjalls með nafni jökulsins sem sakborningar notuðu til samskipta sín á milli. Ákært var fyrir fíkniefnamisferli og skipulagða glæpastarfsemi. Og til útlanda því hátt í 200 km girðing á landamærum Finnlands og Rússlands er að verða tilbúin. 2000 manns hafa unnið verkið. Stjórnvöld í Finnlandi tilkynntu áformin haustið 2022 og framkvæmdir hófust í mars 2023. Allar landamærastöðvar við Rússland eru lokaðar. Búist er við að girðingavinnunni ljúki í næsta mánuði og þá verður lokið við byggingar sem tengjast henni þar á meðal eftirlitsturna. Situation is tense. We have an ongoing severe disruption in Finland's borders, and thus the government has, by its decision, closed the border crossing points from Finland to Russia. The decision to close the border crossing points has stabilized the situation, and the Finnish border guard finds it probable that if the border crossing points were to be reopened, the phenomenon or the instrumentalized illegal migration would continue. Betri samgöngur og verktakafyrirtækið Ístak hafa samið gerð Fossvogsbrúar. Verksamningur var undirritaður í Fossvogi í dag þar sem verið er að gera landfyllingar fyrir brúna. Smíði hennar er stærsta einstaka framkvæmdin í fyrsta áfanga borgarlínu og tengir Reykjavík og vesturhluta Kópavogs yfir Fossvog. Kostnaðaráætlun hljóðar upp á rúma 7,6 milljarða króna. Nú fara að hefjast allir leggirnir í fyrsta rútu borgarlínunar. Fyrsta rútu borgarlínunar nær frá Hamraborg Vatnsmýrina, miðbæinn og svo upp á Höfða en er tekið í nokkrum leggjum. Og þetta er fyrsti leikurinn, svo næsti leikurinn er Nautholtsvegurinn, þar sem verður búið til sérimi fyrir borgarlínuna og svo framvegis. Og svona mun þetta vinnast næstu, 5-6 árin og verður á að vera tilbúið fyrsta lotan árið 2031. Og bara vonandi stenst það og það er bara okkar keppi að láta bæði tíma og kostnaðaráætlanir standast. Í byrjun næsta árs hefjast framkvæmdir á nokkrum köflum frá Hamraborg í Kópavogi yfir Fossvogsbrúna í gegnum miðbæ Reykjavíkur að Ártúnshöfða. Borgarbúar geta þó farið að finna fyrir þessum framkvæmdum í bættum samgöngum fyrr, þar sem innviðir á borði sérakreinar munu nýta strætó leið og framkvæmdir við hvert hluta klárast. Framkvæmdastjóri Betri samgangna segir samningin sem var undirritaður í dag marka tímamót í sögu borgarlínunar og samgöngusáttmálans. Þetta er bara mjög flott verkefni líka og verður líka mikið kennileiti bara hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta færi undirbúningstími núna og annað og svo myndum við sjá til okkar hérna í vor.
Eldur kviknaði í skála á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP30 sem nú stendur yfir í Belém í Brasilíu. Mikil skelfing reip sig meðal þátttakenda sem þustu út úr skálanum. Öryggisverðir reyndu að kæfa eldinn með slökkvitækjum áður en slökkviliðið kom á staðinn. Það náði svo fljótt tökum á eldinum. Ráðherrar voru í viðræðum loka samning ráðstefnunnar þegar rýma þurfti vettvang. Ráðstefnunni á að ljúka á morgun. Sara Rós Kristinsdóttir og Páll Óskar Hjálmtýsson fengu í dag viðurkenningu Barnaheilla. Þetta í 24. sinn sem samtökin veita viðurkenningu fyrir framlag í þágu barna og mannréttinda þeirra. Sara Rós stofnandi lífsstefnum sem sérhæfir sig í að búa til vörur sem styrkja börn og unglinga. Páll Óskar fær verðlaunin fyrir baráttu sína fyrir réttindum barna og ungmenna. Hann flutti að lokinni verðlaunaafhendingu lag sitt og Benna Hem Hem, eitt af blómunum, þar sem þeir beina sjónum sínum að einelti. Þú finnst allar náttúrugjafirnar, núna þarf þú bara að spotta það. Þessi heimur væri leiðinlegt place ef að allir væru eins. Þú ert fallegasti liturinn inn í risastóru litrófi. Ef þú spyrð eina heilræðið mitt, farð og fyndu fólkið þitt. Þú veist alveg. Nú skemmtikrafturinn Sóli Hólm frumsýnir jólasýningu sína í Bæjarbíói í Hafnarfirði í kvöld, en sýningarnar verða alls rúmlega 40 fram að jólum. Haukur Hólm, fréttamaður, kíkti í Bæjarbíó nú rétt fyrir fréttir. Þetta upphafið af jólavertíðin, upphafið jólunum? Já, hjá mér það þannig, því að ég bara hérna fastur allan desember og halvan nóvember nánast. Þannig að þetta bara, já, nú fer þetta stað og hér bara verð ég fram að Þorláksmessu og klára hérna á Þorláksmessu. Kvöld eftir kvöldi, það að segja, þetta eru tugir kvölda? Já, við erum 41 sýning núna, það met. Það voru 39 fyrra og endum í 49 þetta árið, sem hérna, ég held að það sé þakkið. Ég sé ekki fyrir mér að við getum toppað það. Heldur þetta verið þannig að þú sofnar hún í súpuna á aðfangadagskvöld? Það eiginlega búið að vera þannig undanfærin 3 ár sko. Þetta er 4. ári hjá okkur núna og ég er svolítið framlár þegar ég kem heim, ég viðurkenni það. En svo bara fer maður til Kanarí og nærins húsið þar sko. Það fylgja þér ýmsir karakterar, verði ykkur nýjir gestir þessi jólin? Já, örugglega. Þetta svo mikið að ég manna það ekki alveg. En það eru náttúrulega alltaf bæði nýjir og gamli gestir en þeir eru alltaf að gera eitthvað nýtt. Þannig að hérna... Það fullt hús hjá þér? Já, það fullt hús af fólki á sviðinu og inn í hausnum á mér. Og svo bara, já, uppselt að það einhver miða til á seinni sýningu á Þorláksmessu. Annars allt farið bara. Þannig að það bara frábært. Þú ert sannkallað Jóli Hólm? Já, ég það. Ég breytist bara í það núna á þessum tíma og held mig við það identity, það sem skilgrinni mig sem Jóla Hólm allavega fram að jólum. Við skulum hérna fá smá tóndæmi frá einni af þessum persónum. Já, þessi. Yfir þann hvíta jörð leggur þig, þegar fellur út og drífa á grunn, eins og heimurinn hingrar eins stund, haldið niður í sér andanum stund. Og frá Sóla Hólm skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi í kvöld ræða ungmenni við ráðamenn þjóðarinnar, en í dag er alþjóðadagur barna. Það eins og þið hefur aldrei gert annað. Frábær í þessu. Við hittum öfluga unga konu á Akureyri. Það er kannski ekki stereotypan að einhver ung stelpa sé á íti, sko. Og heimsækjum tökustað spennuseríunar Elmu. Action rehearsal! Jesus Christ. Ég held þú verið bara komin í einhverja þægilega innifinu. Og þá ætlum við lítið til veðurs. Skil ganga norðaustur yfir landið og þá má búast við að þeim fylgi úrkoma víða land. Þótt hún verði sjálfsagt mest sunnan og vestanlands. Að baki skilunum tekur við rólegheita veður með stöku skúrum eða éljum. Hitatölur fara lækkandi þegar líður á helgina. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Við hittum kvennalagsliðið í handbolta sem heldur á morgun til Færeyja í æfingaleik og svo beint til Þýskalands þar sem heimsmeistaramótið tekur við. Og þetta finn ég það svo sem ég aðeins rólegri núna ég hef verið kannski í kringum þessi mót og það reynsla. Dregið var í dag í umspil fyrir HM karla í fótbolta. Heimir Hallgrímsson og írska liðið mæta Tékkum í undanúrslitum umspilsins. Og svo það nýjasta landsliðskona Íslands í fótbolta sem heldur í atvinnumennsku og gæti mætt Breiðablik í sínum fyrsta leik með sænsku meisturunum í Hekken. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Opnustu reglurnar eru ekki mesta mannúðin, segir dómsmálaráðherra sem boðar byltingu í veitingu dvalarleyfa. Fyrirkomulagið á Íslandi hafi verið dramatískt frávik frá öðrum norrænum ríkjum. Ákvörðun Evrópusambandsins verndaraðgerðir vegna kísilmáls var undantekning, segir einn af framkvæmdastjórum ESB. Túlka má skilaboð sambandsins í dag sem tilraun til að lægja reiðiöldur í Noregi og á Íslandi. Á annað 100 hafi verið handtekinn í aðgerðum landamæraeftirlits Bandaríkjanna í Norður Karólínu. Rúða í bíl manns var brotin áður en honum gafst færi á að sýna fram á að hann væri bandarískur ríkisborgari. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði kanna hvort farið var að lögum þegar geymsla sprengiefna í iðnaðarhúsnæði og bygging 7 metra gámaveggs var leyfð. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eins og alltaf eru birtar jafnóðum á vef okkar RÚV.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Dagur í lífi, íslensk þáttaröð í 8 hlutum. Einlægar og opinskáar frásagnir fólks sem býr við aðstæður sem eru ólíkar því sem flestir eiga venjast. Myndasögur, stuttir þættir sögurnar á bakvið áhugaverðar ljósmyndir. Í hverjum þætti fjallað eina ljósmynd og sögu hennar. Sonarást, Playing Nice, breskt drama 2 pör sem komast að því að sonum þeirra var víxlað á fæðingadeildinni. Eiga þau að halda barninu sem þau ólu upp eða fá líffræðilegt barn sitt aftur. Myrkir englar, pólskir spennuþættir jarðfræðinginn Lenu sem snýr til heimabæjar síns í leit að dóttur sinni sem grunuð að hafa numið hóp barna á brott.